Komið í sæl. Skulum byrja að líta á gervitunglamynd sem var tekin hér rétt fyrir klukkan 3 í dag og hér vestur á landinu þá sjáum við þetta svona skúra slydduéljaloft sem er búið að vera hjá okkur í dag. Lægðamiðjan frá lægðinni sem var nú svona réð veðrinu hjá okkur í gær hér rétt vestur af Snæfellsnesi en þessi stóri skýjahlemmur hann hýsir sem sagt lægðina sem kemur á morgun hérna upp með austurströndin en við förum nú betur yfir það á eftir. En svona heilt yfir var býsna bjart mjög víða og fallegt veður og hiti svona sæmilegur, þetta sólin farin að gefa dálítið ýl eftir svona nokkra vikna pásu yfir svona háveturinn. En við skulum þá líta hér á stóra yfirlitskortið okkar og sjá hvernig lægðirnar haga sér og þetta hérna téðlægð sem að koma hérna upp og skil hennar koma inn á austanvert landið í svona nótt og í fyrramálið en lægðin litla sem að verður eftir hérna vestan við landa, hún svona heldur má segja velli en þetta verður nú bara orðið dálítið lægðadrag svona þegar líður á morgundaginn og svo næsta lægð hér í kjölvatninu hér svona norður af Skotlandi. En á hitasviðinu þá erum við í býsna svipuðum loftmassa, þetta ekki mjög kalt loft en ekkert sérlega hlýtt, þetta svona getur verið út í snúið að spá fyrir úrkomu tegund þar sem að þetta hleypur á gráðu til eða frá hvort við fáum rigningu, slyddu eða snjókomu. En þetta sem áður segir að með þessari lægð þá kemur hún hérna norður eftir og þá fer að komast svona mildara loft lengra norður í norður Atlantshaf og þar af leiðandi kemur þá aðeins mildara loft aftur niður til okkar. Þannig að það svona ekki alveg alls slæmt. En í kvöld, nótt og í fyrramálið þá sjáum við hér svona leifar af lægðinni. Hún sjálf heldur hérna áfram niður úr en skilur eftir eins og áður sagðist dálítið lægðadrag hér vestur undan og svo sjáum við áhrif hinnar sem að keyra hér upp með Austurlandinu og ýtir þessum skilum inn. Þetta rigning eða slydda við austurströndina, slydda eða snjókoma hins vegar hér norðan til. Þetta kannski ekki mjög mikil úrkoma fram að hádegi á morgun og hitatölurnar eru svona kringum frostmark nánast allstað nema þá hérna allra syðst sem að getur verið svona 3 til 5 stiga hiti þegar best lætur yfir daginn. Þróunin síðan áfram út morgundaginn og fram á fimmtudag að það bæti svona smátt og smátt í bæði vind og úrkomu fyrir norðan og eins og áður sagði þá þetta svona hitinn kringum frostmark við ströndina þannig að það þarf ekki að fara langt inn til lands eða hátt upp til fjalla áður en þetta orðin hrein snjókoma. Lengst af þurrt hér syðra þannig að það svona minniháttar úrkoma en má gera ráð fyrir að geti orðið einhver stöku slydduél eða eins og hér til dæmis í Reykjavík í 0 gráðum á fimmtudag og einhver smá él líklega. Síðan hins vegar eins og áður sagði þetta nokkuð úrkomu samt fyrir norðan þannig að færð á vegum getur nú spilst og það þyrfti engan að undra ef að kemur nú ekki gular viðvaranir ofan í þetta svona þegar að framlíða stundir. En síðan ef við horfum þá áfram að veðri til föstudags, þetta svolítið það sama, það þessi norðanátt, nokkuð hvöss á Vestfjörðum sérstaklega og síðar líka hér inn á Norðvesturland en aftur á móti á Austur- og Norðausturlandi vindur almennt hægari og þar líka örlítið mildara. Þannig að þar úrkoman frekar svona í rigningar slydduformi en meira í snjóformi þá á norðvesturhorninu og eins og áður sagði einhver smá svona stöku él sem skafa yfir hálendið en ættu nú ekki að trufla mikið hér syðra. Og síðan á laugardag að þá útlit fyrir að næsta lægð sé farin að gera sig gildandi og skil hennar koma inn svona seinnipartinn á laugardag að fullum þunga hér á suðvesturhorninu og síðar í öðrum landshlutum. En við skulum þá líta yfir til Evrópu og það helst að sjá og það skil frá lægðinni hér suður eftir allri Evrópu og nokkuð drjúg rigning akkurat í skilunum en hins vegar skúraleiðingar sitt hvorum megin við, bjart hér allra austast en Ítalíuskaginn með nokkuð víða skúrir og sérstaklega norðurspánn og svo eitthvað svolítið hér við suðausturströndina eins og í Alicante en að öðru leyti þokkalegasta veður. Kanarí með norðanátt. Skýja með köflum, einhverja skúrir, þá sér í lagi hér á vestari eyjunum en gæti sloppið að verða svona hangið þurrt á austustu eyjunum. Í Norður-Ameríku þessi myndarlega lægð hér á leið svona til norðausturs út á Atlantshaf og skil hennar gefa nokkuð kröftugar úrkomu, þrumur og eldingar í þeim en að öðru leyti tiltölulega rólegt, hlýtt á Miami en annars fínasta veður. En við látum þetta gott heita í kvöld, verið þið sæl.